Já, hæ. Nú ætla ég að gera spá fyrir steingitina, Capricorn. Svona eitthvað samdöðu ástina. Hvað er í gangi og eitthvað. Hvað er á leiðinni. Bara sjá hvað kemur í spilunum. Ég er ekki alveg búin að hugsa þetta. Ég er búin að hugsa samt hvaða spil ég ætla að nota. Svona næst í. Það reynsa aðeins hérna loftið. Ég ætla að byrja hérna á tenniform minna. Sjá hvað kemur. Það er bara Capricorn hérna. Og svo nummer 6 og fiskarnir. Gæti verið einhver í þessu merki hérna. Eitthvað samtið við júní kannski líka. Eða eitthvað við töluna 6. Já. Það segja kannski núna að þeir eru svona ekki alveg búin að finna svona hvar þeir eigi að vera eða eitthvað slíkt sko. Þetta er svolítið þannig að þið þurfum svona svolítið að svona fara í það er svona að finna bara það sem þið viljið. Það er svolítið það svona að þurfa að vera ákveða eitthvað sko. En þeir eru samt sko já, þeir eru svolítið svona kannski í tilfinningu eitthvað svolítið búin að vera svolítið núna og svona mikið spá og speklar eitthvað. En já, og skulum sjá hvað kemur hérna sem er engla God, Goddesses oracle-spil. Ég ætla að fá 1 úr því fyrst. Svo var ég að spá að birta úr bókinni fyrir neðan vídeóið sem að það getur bara lesið útskýringu þar. En 1 fyrir steingitina. Þetta bara vildi fara út. Goddess of the Nature. Okay, Goddess of the Nature. You reap what you sow. Your dream is coming to fruition. Já, það er eins og núna hafið kannski verið að finna fyrir að það er allt einhvern veginn að ganga upp betur og það er samt eins og að þið sko svona hafið eða eru svolítið mikið núna að einbeita ykkur svolítið að sjálfan ykkur og tilfinningur eitthvað og þess vegna eru þið svolítið svona kannski svona, já, finnst ekkert vera að ganga nógu hratt eða ekkert að gerast. En þessi tími er eiginlega svona bara svolítið fyrir ykkur að einbeita svolítið ykkur að sjálfum ykkur. Þessi stjarna hérna eru bara þið og það er bara svona, það þurfa að sjá hvað þið viljið og eitthvað slið sko. Hvað sem er kona eða kall sko. Það er svona, að já, og kannski bara tala svolítið um það. En hérna, já. Eins og þið getið lesið betur um þetta hérna spil hérna í útskýringunum. Og blátt er svona eitthvað sem að þurfa að tala um, eitthvað svona, já, það er svolítið kannski í hausnum okkur með eitthvað. Já, ég ætla að fá svona hvað er ástinni hjá Capricorn. Svo vitið þá er þetta fyrir marga og þið takið bara það sem að passa fyrir ykkur. Og stundum getur þetta eitthvað sem hefur búið að gerast og það getur líka verið í framtíðinni. Þetta er sko, já, fortíð, nútíð, framtíð.
tarot svolítið þannig sko að það svolítið sko, þetta bara svolítið energy sko sem kemur inn. Þess vegna getið þið hort á spá sem kannski hitt fyrir það lengra síðan. Það bara fer allt eftir kannski svona rátt inn á þetta akkurat það sem þið þurfa að heyra. Það oft þannig. Stjarnan kemur inn líka. Movement, Six of Swords. Getur verið einhver breytingar eða kannski einhver ferð eða eitthvað. Það er breytingar að koma inn í líf ykkar núna. Gæti verið eitthvað svona í júní sem verður eitthvað úr þessu. Kemur aftur 6 hérna sko. Hérna er líka eitthvað samt við stjörnu sko, eitthvað. Sjá, það kemur stjarnan hérna líka. Það er, ég held að svona í júní, já það er í júní náttúrulega núna, hvað er að mér? Núna einhvern veginn svona fyrir að svolítið bara svona líður eitthvað svolítið bara vel. Og það er eitthvað sem er að líka koma með einhverja breytinga til eitthvað líka sko. Og þau sjá eitthvað svona hreyfingu, bara eitthvað nýtt að gerast. Það er svona breytingar eitthvað í gangi. Hvað meira fyrir steingitina? Gæti verið líka að samband, ef þetta er sambandi þá verður það, þú sjá svo góða breytingar að gerast. Obsession, the devil, og það er nú bara svolítið þið líka. Capricorn, þið eru náttúrulega, þetta er ykkar hérna. Og það er kannski stengið til þetta er svolítið ríkt í ykkur að vera svolítið obsession. Ef þið hafið á okkur þá bara svona gerið allt til þess að fá það sko. Ég er nú sjálf Capricorn í Moon sko. En já, þið eru kannski svona að laga ykkur varðandi það, að vera ekki svona upptekinn í að það fari svona hinsegin eitthvað í sambandinu, að vera í sambandi. Að þið eru svona að loka þessu kafla einhvern veginn núna kannski. Kannski búið að vera eitthvað svona smá toxic eða eitthvað, það þeir eru fundist það kannski. En já, þið eru á núna svona einhverja fréttir frá okkur. Gæti náttúrulega verið air sign. Já, kemur Queen of Swords. Það er tvíburi og vassburi og vog. Það getur verið þið eru eftir að fá einhverja fréttir frá þessari mannesku eða eitthvað svoleiðis. Og þetta gæti tengst eitthvað svona skóla eða vinnu eða eitthvað svona. Það er svona eins og nýtt tækifæri. Ég ætla nú að spyrja um eitthvað varðandi ástina og þá gæti þetta verið að sé eitthvað manneski að koma inn núna svona nýtt tækifæri eða eitthvað sem tengist við það sem þú vinnur við. Það er eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona vinnutækt eða eitthvað sem þið er að vinna að saman kannski líka. Gæti verið svona mikil samskipti þarna bara á milli eitthvað. Queen of Cups. Það er mikið á konum minna.
gæti verið líka að þetta sé eða útkona að þetta sé bara manneskja sem frekar í svona að vilja tala tilfinningar sína eitthvað slíkt sko, svolítið svona hugsuður gæti verið. Gæti verið líka að þið séu að taka svona ákvarðanir líka varðandi ástina, þá viljið þið taka svona ákvörðun sem reynist ykkur vel, það er svolítið þannig, þið eru svolítið að passa upp á sjálfan ykkur. Og það er eins og að þið fyrir að taka svona, vera eitthvað að velja og eitthvað svona sko. Getur verið að velja svona eitthvað hvað þið vilja og þið eru kannski eitthvað smá óákveðin með ástina. Gæti verið. Eða þá þessi manneskja sem að þið eru að díla við, það er í kringum ykkur núna, það finnst eins og þetta sé núna, að þið eru svona, viti, eru ekkert alveg búin að fá svona, það er eins og það vantir svolítið meira upp að þetta sé eins og þið viljið. Og ég sé hérna líka hvað samband, en það er eins og gæti verið eitthvað samt við samskipti eða eitthvað slíkt sko, sem hefur ekki alveg verið ekki alveg svo þau hafa viljað þetta fari. En það er eins og sé að tvö tækifæri eitthvað, eða eitthvað tvendinn líf ykkar sem að þið þurfið svona svolítið svona ákvæða ykkur og svona sjá hvert þið viljið fara og þess vegna eru þið svolítið svona bara, já, það er svona spá og spekluða. Núna framundan, eða það sem er núna. Ace of Swords. Já, það er bara svona eins og, þetta er svona mikið samskipti svona inn á milli og eitthvað fyrir sko, dæmi. Það er eftir að það er eitthvað sem kemur inn með fréttir eða vill kannski samband, ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem hafið þekkt áður. En ég finn sko eftir eitthvað svona sem búið að vera toxic í lífi okkur, það er eins og að það sé að koma svona friður yfir það allt saman sko. Og það er svona meiri, svona betri samskipti og það er svona, þið eru svona eiginlega bara að sjá, bara líka sjálf hvað þið viljið. Come out of the closet. Já, þið eru farin að, þið hafið kannski verið svolítið lókbra og eitthvað svona, nú eru þið bara svolítið, kannski er það að koma skapnum sem þetta ekki, en þetta er ekki alveg meiningin þarna, sko. En það er bara svona að þið sjálf, sko, þetta snýst svolítið mikið meira ykkur heldur en það sem þið eru að koma til ykkar, eða það getur verið líka manneskjan sé líka að sjá ykkur svona inn í ljósi og eitthvað svona. Það er eitthvað svona sem að fara að gera líka bara fyrir ykkur sko. Og þessi manneskja sem er að koma inn líka, já, setið þið svolítið að hafa hann stall líka, getur verið. Já, ég ætla að fá eitt hérna á þessu. Það nú ekki að hafa þetta neitt úa lengi. En já, skal sjá hvað kemur hér. Staðfest eða svona meira svona eftir það sem ég er að segja. Það er hérna Knight of Swords. Hérna. Þetta er eitthvað sem er mikla passion og kemur snöggt inn svona. Og mér finnst þetta að vera svona mikil eitthvað samt við samskipti líka. Og hérna er líka Knight of Swords.
annarkvort þessi manneskja mikið að haldi þig eða eins og sjáum hérna nætursvöld þeir að grípa gæsina sko. Og þetta kemur rosalega snöggt inn og það verður svona svolítið svona allt í gangi sko. Mikið ástríð og eitthvað svolítið sko. Það gæti verið fæjarsenn líka, rútuljón og búamaður. En það alltaf mikið svona, já, svona activity hérna. Og það eitthvað svona eins og þau þurfa að grípa gæsina og þetta eins og bara nýtt tækifæri sem kemur inn svona og kemur svolítið svona, já, fljótt inn. Og gæti verið út kallmaður sko að sé eitthvað svona með kannski 2 konur maður veljum eitthvað fennt sko líka. Og já. Þessi manneskja, það eins og að þið náið alveg rosalega vel saman. Date, meeting someone new, dating, get back out there. Mér finnst það eins og þetta sé eitthvað nýtt sko, frekar en að þetta sé eitthvað að koma inn sem að búið að vera áður. Nema því sé bara kannski að plana eru alltaf að deyta eða eitthvað slíkt, en það eins og að þetta eitthvað nýtt. Og þeir eru svona tilbúin að taka áhættuna á því og það kemur hérna líka wedding rings. Það svona eins og að þið taki áhættu að leyfa ykkur að njóta og fara í samband. Og svo kemur þetta Grim Reaper. The relationship is over, no second chances, grow and transform your life. Já, það eins og þú þurft að loka einhverju öðru kafla og svona og þeir eru kannski rétt svona búin að sætta okkur við það og svona verði þannig skilur, að loka það sem var áður og eftir þið lokið því þá eins og já, að það kemur eitthvað nýtt inn og þið takir bara áhættuna og þetta gæti verið svolítið samband sem svolítið rosalega mikið chemistry og eitthvað svona á milli sem að þið bjugust ekki ef það myndi fara svona fljótt eða gerast svona fljótt eða og eitthvað svolítið sko. Gæti verið svolítið dramatískt obsession í gangi hérna. Gæti verið líka að annar aðilinn sé kannski þannig að vilja kannski stjórna eða eitthvað svolítið eða þurfa, það eins og það þurfa losa ykkur við þetta hvernig hlutinni fara svo hluti svona vera og það kannski hluti sem þeir eru að bara sjá líka þá ekki þá hérna og sexual oracle spilunum mínum já, fullt af spilum sko alltaf mikið gæti verið að kynnist svona já, þess að svona þurfti að loka við kaflar og svona núna þið bara svona eins og þurfti að frelsa ykkur frá okkur eða eitthvað, ég veit ekki. Það getur verið bara líka eitthvað samt við eitthvað sjálf sko. Getur verið eitthvað síðan við september eitthvað. Ágúst, september. Það var hérna eitt. Það var þessu. Knight of Wands. Hann kemur inn að, þetta var Knight of Swords. Já, Riddararsvörð, já bæði.
já. Þetta er allavega, já, það verður hérna tveir hérna, svo koma inn, það er eitthvað tvennt hérna, eitthvað nýtt tvennt hjá eitthvað sem er í samskipti við. Og önnur manneskjan er svona meira að halda í þig, vill grípa græsum og sér þig bara svona, eitthvað gott, öfugt. Já. Night ones. Þetta er svona eins og samband sem að bara, þess náður rosalega vel svona, rosalega mikið chemistry á milli ykkar og þetta gerur svolítið ykkur svolítið svona, obsess bara, eitthvað. Ég segi það bara. En já, við skulum sjá hvað kemur hérna, meira hérna. Já, þið þurfum svolítið, þið eru svolítið treyst á innsæði ykkar, þið eru svolítið, og kannski finnir fyrir líka, svona stundum hlutina fyrir ykkur og vitir hlutina svolítið á hvað er í gangi og það er bara, þið þurfum svolítið að hlusta á það sem þið sjáu fyrir ykkur. Og það er kannski, það er alveg rétt sko sem þið eru að finna fyrir þér. Og það er bara þegar þið tengi sjálfan ykkur og hjartan ykkur og tilfinningu ykkur, þá verðið þið svona meira, já, finna meira svona energy flæði og er ekki bara að hlusta, maður þarf náttúrulega að vera alltaf að nota heilan líka, ég segi það nú ekki, það var jafnvægðin á milli, en þá, eins og segja, hjarta segir oft manni hvað það vill og það er líka það meint, hjarta segir manni líka hérna eitthvað, hvað er í gangi og það er bara tilfinningarna ykkar, það er eitthvað sterkar hlið sem þið þurfa að halda í, en eins og segja, maður þarf að nota náttúrulega líka bæði heilan og hjarta, það þarf að vera saman. Ten of Pentacles. Þetta gæti þýtt samband eða eitthvað saman til fjölskyldu, stöðuleika og gæti verið að sé búið að vera breytinga þar, eitthvað sem að búið með eitthvað svolítið óvart. Það er kannski verið svolítið búin að vera stöðnun þar það er eitthvað sem þið þurft að ná jafnvægi eða laga eitthvað. Gæti hefur verið búin að svo mikið óvissa varðandi samband líka. Getur verið eitthvað í fiskamarkinu, naut meira stengið þetta líka. Það er svona stöðuleiki og þið eru svolítið að detta í þetta, það verður svona meira stöðuleiki hjá okkur sem hefur verið svolítið bara eiginlega svolítið út um allt sko. En það er eins og þið þurft að losa eitthvað svona toxic í kringum okkur, það er eitthvað svona í kringum okkur sem hefur ekki verið að búið að gera gott fyrir ykkur og hefur svolítið dregið úr svo mörgum. King of Pentacles, King of Swords. Það er svona, já, það er eitthvað svona tvennt í gangi og það er svona eins og sé svona breytingar varðandi, getur verið líka bara nýr félagskapi sem er að kynna, sem er að koma inn líka. Það er eitthvað sem vil koma inn líka og laga og
og svona koma með einhver sætti. Það er eins og sé samt þarna eitthvað tvennt, sko. Og vill svona bæta upp eitthvað, sko. Og svona, vill kannski hlaupa í svona staðfesta eitthvað, sko, halda í eitthvað. Það gæti verið náttúrulega bara til líka, sko. En það er einhver svona, þannig, það gæti verið að, já, þetta er eitthvað sem þið sáðu eiginlega ekkert svolítið fyrir, sko, þessar breytingar. Hvað er í gangi á ykkur stingi? Það er bara allt í gangi hjá okkur og ný tækifæri og það er svona, já, hvað finnst ykkur að þið vera bara, í, það er svona, ykkar karma sé að koma sem að, eins og koma náður rýbóti svo. Það er svona eins og 2024 verður svolítið meira kannski ykkar ár sem hefur verið ekki kannski áður. Tell me about it. Það hefur verið svona hjá mér líka. Þannig að það er bara eins og 2024 sé bara svolítið svona winning season í rýbóti svo. En þið þurfum svolítið að passa upp á peningarna eitthvað líka. Þið verður svolítið big spender. Það reyna að hafa svolítið stöðuleika á því. Ég hafi verið svolítið, já, fljóta í það peningum. Ég ætla að fá eitt inn og uppbúta þessu. Mér finnst eins og eitthvað sem þetta við syngja og dansa á eitthvað, sko. Það getur verið eitthvað hérna sem er mikið fyrir að, getur verið líka eitthvað að fara meira út á lífið eða er mikið heima fyrir að syngja, dansa eða eitthvað svolítið, sko. Það getur verið að þeir svona kannski vilja loka þessu kafla kannski eða öfugt. Upptæk, segjum við það. En já, það er bara það sem ég sé núna hjá okkur, er bara þetta. Ég ætla nefnilega að reyna að halda í 30 mínútur fyrir hver stjörnumerki. Three wands. Come on. Swords. Það er eitthvað með samskipti sem er núna sem er bara í kringum eitthvað núna að það er svona, já, mikið samskipti, það er Meyja hérna og það er tvíburumina, já, ég sagði Meyja. Það er kannski Meyja hérna, tvíburi. Og þið sjálf svona, já, þið eru svolítið varum bara hvað þið eru svolítið að passa núna svolítið hvað þið eru að gefa frá okkur, segja og tala og eitthvað slið, sko. Og það er svona kannski samskiptin svona, já, þið eru ekki alveg eins mikið í tilfinningu núna að missa ykkur. Þá er þið frekar svona, róleg og svona, svona meðvitaðri núna hvernig þið hafið samskipti. Mér finnst bara eins og ég þurfa að tala eitthvað um samskipti. Tala, ég veit ekki. En það er breytingar og þið sjáu núna bara breytingar að sjálfum ykkur og það er svolítið eins og þið þurft að, já, eitthvað samt við ígói að þið eru svolítið að sýna svolítið meira bara á sjálfum ykkur hvað þið vilja og vilja gera og ekki að gera fyrir kannski aðra. Þetta er svolítið eitthvað þannig, sko. Og það eru bara fullt í gangi hérna með bara hjá okkur, ekki náttúrulega sagt. Það er ekki þetta hvert í því. Og chakra, throat. Þið þurfum að tala meira. Það láta þetta duga fyrir okkur. Láta meira skína á okkur. Þetta eru stjörnur. Bye.